sko, þetta að leggja saman allt í heldur harða lendingu? Telur við séum að fara að upplifa það? Sko, við byrjum á hugtakinu hörlending, þannig að alltaf þegar að fólk talar harða lendingu eða efnasamdrátt á Íslandi þá það alltaf með sko hrunið eða formal áfalli í huga og við erum ekki að sjá neitt í líkingu við það vegna þess að bæði hefur þensla núna ekki verið jafn mikil og í aðdraganda þess og svo bara skuldsetning heimila fyrirtækja allt öðruvísi. Atvinnulífið það miklu meiri svona dreifing, áhættu dreifing í því, þannig við erum ekki sjá neitt í því. Sjá neitt í líkingu við það. Þannig að það spurning sko hvað hörlending ég meina í Bandaríkjunum að þá tala menn samdrátt sko sem tveið á að það sé neikvæður hagvöxtur 2 ársfjórðunga í röð og sem svona kannski óþröng skilgreining fyrir Ísland. En síðan það auðvitað þannig að það virðist vera svona gegnum gangandi í öllum efnahagsmódelum og eins og við horfum á hagspá Seðlabankans eða Hagstofuna þá spá þeir aldrei harðri lendingu. En það sem ég óttast að við erum að fara að sjá svona töluvert verri nýðursveiflu heldur en menn að gera ráð fyrir þar. Nú aftur samdrátt, sko erum við að fara að sjá harðalendingu, ég meina hagvöxtur á Íslandi á síðasta ári, hann var neikvæður 1%. Það nú bara, það koma fyrirtækjana dróst, verg landsframleiðsla dróst saman 1%. Afkoma versnaði líka. Og það sem kannski veldur ekki síður áhyggjum, það það að framleiðni, að hún minnkaði 2%. Seðlabanki núna að gera ráð fyrir að framleiðnin aukist 1% í ár, en framleiðni að draga svo saman og þar með geta atvinnulífsins til þess að greiða hærri laun. Og við saknaði svolítið að svona hagtala sem mér datt í hug þegar ég var að skoða peningamál í gær. Ég ekki leita mikið aðni en sem var alltaf birt sem að var hlutfall launa af þáttatekjum. Og ég myndi að halda að svona, og reynda alveg samfærað að svo tala sé orðið mjög há í sögulegu ljósi á Íslandi og ekki líkur á öðru heldur en að hún muni þurfa að draga saman. Þannig að svona burtséð frá því hvað hvort að lendingin í hagkerfinu hvort að menn vilja kalla hana mjúka eða harða, ég held að hún verði harðar heldur en menn að gera ráð fyrir. Þá erum við sjá fram á mikil átök held ég á vinnumarkaði og það kemur svona öðru vegna við erum búin að upplifa svo mikið góðæri í tíma að í góðæri þá reddast allt. Þannig að þá getur alveg sagt að þetta reddast, þannig að það mun reddast. En aftur á móti vaksa út úr vandanum sem alla stjórnmálamenn dreymir. Sigurður Ingi sko, fráfarandi ríkisstjórn, hann taldi akkurat að við værum að fara inn í það skeið að við myndum vaksa út úr vandanum. Sko. Og núna aftur á móti erum við að fara að standa í stað í besta falli og sennilega draga saman inn í enn meiri vanda, en þá þá kan við segja, maður man ekki hvað maður sagt íslensku, en á ensku heita það sko margin of error, að þol fyrir mistökum verður miklu minna. Og það þýðir það að í næstu í síðustu kjarasamningum hafa menn verið að semja og deila kjarabætur, en mér finnst mjög ólíklegt að við sem að fara að sjá fram á kjarabætur á næsta árum og öllu líkindum einhvern samdrátt svona til skemmri tíma, þó svo ég sé þetta mjög bjartsýnn á horfurnar hort fram á veginn. Nú ef við tökum þetta, þegar ekki dótt í hug neitt skárri í hugan margin of error, ef við segja þetta villuð þólega hvað sem við kallum það, að það kemur í ljósa mörg öðru leyti, að það til að mynda hugmyndir ríkisstjórnarinnar skattlagningu og ferðaþjónustu, þær eru að koma núna og vera að ræða þær á sama tíma og það fyrir séð og núverandi ársfjórðungi og í byrjun næsta árs að þá hafi framboð og flugi til landsins dregið saman 10%. Og þá ertu að fá ofan í það að ef skattar og skemmtiferðaskip eru að fara að draga saman, þannig að þú ert í raun og veru að
að sparka í atvinnugrein sem á undir högg að sækja. Við það bæti síðan auðvitað raungengi krónunar mælt til að mynda á laun var allan nýlega ekki sé alveg 92 krónur lítið að gefa eftir í sínum sko hæstu sögulegu gildum, þannig að það að verðlag á Íslandi auðvitað mjög hátt og frambóð til landsins að draga saman, þá ertu að fara að koma skattheimtu. Sama með veiðilega gjöldin þess að hækkun á sem skatti á sjávarútveginn, að það mun það draga úr fjárfestingu í greininni og svo við það bæti síðan að þú ert með mjög dýrt vinnuafl og ert að keppa við niðurgreitt vinnuafl í ESB-löndum, þannig að það mun að valda samdrætti í greininni hér. Og þá kemur þar að auki, óskynselegt hvort sem bara eitt og sér, en þá kemur á sama tíma og við erum að sjá samdrátt í öðrum greinum. Þannig að allar þessar tillögur sko, ríkisstjórnarinnar, það oft með margar stjórnmálamenn að þess að þeir loksins komast komast að völdum. Þetta saman við sáum við Jóhannistjórnina sem byrjaði alltaf að breyta kvótakerfinu í stjórnarskránni og gangi í ESB í hvað sérstaklega með svona vinstri sinna stjórnmálamenn eins og voru þá og maður sér núna stjórnlinda og eins og með Viðreisn sérstaklega sem að halda að þjóðfélagi byggist á svona skynsamlegum reglum og valbúðum frá stjórnmálamönnum, að þeir ætla að sko hrinda öllu í framkvæmd í einu. Það hefði verið miklu auðveldara fyrir það að gera það ef við værum í miklu vaxtarskeiði. En núna þegar það kreppir að og við sjáum bara það ýmislegt innan sem að þarf að laga, til dæmis eins og var í húsnæðispakkanum sem var einföldun og regluverki svona, sem svona í raun og veru allt svona sletti aftur no-brainers, við erum bara akkur að skaða sjálfum okkur með íþingjandi regluverki á byggingamarkaði. Þetta ætti í raun og veru að vera verkefni sem að stjórnmálin standa frammi fyrir hagræðingi í ríkisrekstri, einföldun og regluverki og hvernig skattkerfið geti stuðla að því að hjálpa fyrirtækjum að keppa alþjóðlega og keppa alþjóðlega og byggja traust atvinnulíf.